Þetta vídeo ætlum við að spjalla svolítið lyklana í bílnum og hvernig þeir virka. Bíllinn sem sagt með Bluetooth og flestir, ef ekki allir Tesla eigendur nota bílinn sinn og nota bara símann sem lykil að bílnum og vita ekki að það líka hægt að kaupa bara svona lyklakippu, svona típiska sem er þá líka Bluetooth og NFC og virkar þá bæði með að setja hér í þetta og líka bara, fjara ef hann bara í vasanum. Á þeirri kippu, þetta heitir sem sagt keyfob. Ég á annað vídeo sem ég hef gert keyfobið, leitið bara keyfob á rásinu minni, þá finnið þið það. En á því eru takkar til þess að opna fröngið og tröngið og einnig bara til þess að aflæsa bílnum og læsa bílnum, en annars virkar keyfobið alveg eins og sért bara með þinn eigin síma í vasanum og hann er ekki eins mikið í PowerSafe og eins og símandir gera. Og það er svolítið vandamál sem margir lendi í, þeir lappa upp á bílnum og taki hurðina og bílinn opnast ekki og það er oftast bara út af því að síminn þeirra er sofandi eða er akkurat að svæfa blátönn Bluetooth optioni sitt. Og mín reynsla persónulega er að ég nota iPhone og þetta gerist mjög sjaldan. Síðan 2019 hef ég einu sinni þurft að endurræsa bílinn hjá mér þar sem að Bluetooth í bílnum var einhverju fílu og ég held ég með einu sinni þurft að endurræsa síman hjá mér þar sem að þá var Bluetooth í símanum bara virkaði ekki og þá þurfti ég að endurræsa síman og það var ekki nóg í iPhone-um þá að fara bara í shutdown, heldur þarf maður að gera svo kallar hard reset sem er á nýjustu símanum er að íta á hækkutakkan, lækkutakkan og halda powertakkanum inni þangað til að síminn slökknar sem að tekur svona 10-20 sekundur. Allavega þetta er nú oftast það sem vandamálið er. Svo það sem er gott að vita líka er að ef þið þurfa að bæta við bílstjóra þá farið í appið og gerið þið add-driver og þá fáið þið upp svona veflykil sem þið sendið svo bara á viðkomandi til þess að nota sem lykil og þá breytist þeirra sími í lykil að bílnum ykkar líka. Og það er það sama þegar þið eruð búin að opna urlið sem þið sendið á okkur, þá þarf viðkomandi að skrá sig inn. Já. Þetta er svona kjarnahlutin sem kemur af lyklahlutunum. Svo þegar þið farið inn í bílinn og skoðið stýrikerfi í bílnum, þá notar bílinn lykilinn ykkar og svo kallar prófæla, eins og þið sjáu hérna uppi að hér er prófælinn minn, út af því ég kom mér appi og hér getið séð aðra sem eru með prófæla og þetta farið hér í profile settings og þá sjáu þið hér prófæluna, hver er inni akkurat núna að keyra og þetta er sem sagt prófælinn sem er stiltur. Hér getið þið gert easy entry og renameað og þannig hérna getur bara farið í svona til dæmis og við skulum láta þetta bara vera affi svona rosa fínt og þá er þetta bara komið. Svo er hægt að skoða hér settings og lock og þá erum við komið með alla lyklana sem að bíllinn þekkir og sjá það er alveg bara nokkri lyklar hérna hjá mér og núna eru dökkir þeir sem að hún skynjar. Bíllinn er að skynja síman minn og hún er að skynja Apple Watchi. Hún er til dæmis ekki að skynja keyfobið út af því að nú er ég með keyfobið tengt við hinn bílinn okkar sem er þetta hér. Ef ég tek keyfobið núna og setja hérna, sjá nú er keyfobið orðið svart og nú er ég búin að forrita keyfobið fyrir þennan, þannig að núna mun þetta keyfob eiga heima í þessum bíl og nýtast í það sko. Þið sjáu hér. Þannig að leiði ég teka og setja hér, þá hverfur það, svo setja aftur. En nú þekkir hún þetta á þessum bíl. Og það sem er rosa gott að horfa hér á, sjáu síminn fókusar fyrir okkur, svona, að hérna stendur fyrir aftan og það er svona mynd hérna. Hér getið valið að íta á þennan hérna taka og þegar þetta er valið, að þá erum við búin að binda þennan og þennan lykil við prófælinn haffi, sem þýðir það að þegar ég fer inn í bílinn og út úr bílnum og alla stillingarnar í bílnum sem við erum með hér, Spotify, hitastillingar og alls konar, þetta er allt bundið prófælnum mínum. Og ef ég er ekki búin að binda lyklana við prófælinn, þá veit bíllinn ekkert
að ég sé í bílnum að keyra eða kona mín eða einhver annar bílstjóri og það þarf þá sérstaklega að fara alltaf að svissa hérna á milli. En ef þeir eru búin að binda lykilinn við prófælinn, þá detektar hann þetta sjálf. Þannig að þegar hún sér að þessi er að nálgast bílinn, að þá stillir hann prófælinn inn og þá dettur Spotify inn og allt það sko. Annað sem þetta gaman að skoða er að skoða service mode hérna. Skulum fara hérna inn í service mode. Service. Og ég segi öllum þá fara hér inn bara svona með varkár, ekki fikta eitthvað sem maður veit ekki hvað að gera en allt til að skoða. Svo þurfum við að finna, ég man nú ekki alveg hvað þetta var. Það er einhvers staðar við sjáum Bluetooth connectivity. Hérna sjáum við til dæmis hvernig hann er tengdur á Wi-Fi. Var ekki hér einhvers staðar lyklar. Svo náttúrulega sjáum við þetta ekki neitt núna. Keys, þannig. Hérna sjáu þið hvaða lyklar hún þekkir og hér eru loftnetin sem að sjá að segja okkur hvar lykillinn er tengdur og þetta er það sem hjálpar okkur að tengjast. Þannig að það er líka hægt að skoða þetta. Þannig að channel 1, channel 2, þannig að það eru 3 hlutir hérna sem eru að hjálpa okkur á bílnum. Sumir halda þetta sem bara 1 loftnet og eru bara einhverjum einu stað en bílinn er alltaf að tjekka á þessu. Já, þannig að þetta er svona smá auka út úr snúningur en það hafa svo margir verið að spurja bara akkur hérna alltaf því ég fer inn í bílinn þá þarf ég alltaf að breyta sætinu mínu og svo þegar maðurinn minn fer inn og þá þarf hann að gera þetta eða vice versa alltaf þegar konan er þá er alltaf rangt Spotify og eitthvað og þetta er allt tengt prófælinum og þið geti verið með þessa online prófæla hérna og þetta er þá prófæla sem eru tengt appunum þegar þið búið til driver þá verður þessi prófæla hérna til en svo getið þið verið með aðra svona auka prófæla eins og Valimót prófælinn og þá þið búin að læsa bílnum og hann er bara sérstaklega stiltur í Valimót fyrir þá ef þú ætti að fara að lána einhverjum bílinn í stutta stund til þess að leggja honum og svo framvegis og ég er búin að gera annað vídeo Valimót ég ætla ekki að fara út í það hér þannig að þetta verði ekkert mjög langt vídeo allavega vonandi nýtist þetta þeim sem er að pæla í þessu sjáumst